Ræskja sig enn hinn rámu regin djúp. Höfuðskepnurnar hafa mótað ævintýralegt landslag veiðivatna á löngum tíma og eru enn að. Veiðivatnasvæði liggur á gosbelti sem gengur þvert í gegnum Ísland og hefur verið virt í þúsundir ára. Árlega gliðnar jörðin 2 cm vegna landreks og þá hleðst spenna upp í berginu, síðan brestur bergið, gossprungurnar lifna við og jarðeldar hefjast. Á ísöld lá jökulfarg yfir Íslandi og þrýsti landinu niður í jarðmöttulinn. Þegar ísaldarjökullinn hopaði fyrir 12.000 árum, létti á landinu og það reis úr sjó. Sprungur gliðnuðu og eldsumbrot urðu tíðari undir jökli. Sjór lá þá yfir Suðurlandsundirlendinu í nær 3.000 ár og fjaran var í 110 metra hæð yfir núverandi sjávarmáli. Við þessar breytingar gekk ísaldarurriðin úr sjó og inn á svæðið sem nú eru veiðivötn, einnig nefnd fiskivötn. Síðan reis landið enn frekar og þá urðu fossar ekki lengur fiskengir. Þar með einangraðist veiðivatnaurriðin og varð að sérstökum stofni. Hörð lífsbarátta varð þess valdandi að fiskurinn var seint kynþroska en hraðvaxta og stórvaxinn. Þar með varð ísaldarurriðin hæfari til að takast á við náttúruhamfarir. Þeir sterkustu lifðu. Þjórsárhraun er mesta hraun sem runnið hefur á jörðinni í einu gosi frá því að ísöld lauk. Þetta ógnarmikla eldgos kom upp á svæðinu milli Þórisvatns og Veiðivatna fyrir 8.000 árum og var alltaf 30 rúmkílómetrar. Þá opnaðist gossprunga 20–30 kílómetra lengd og hraunið rann í sjó fram milli Ölfusár og Þjórsár 140 kílómetra frá eldstöðvunum. Í þessum hamförum og öðrum umbrotum síðar mótaðist umhverfi veiðivatna og fiskivatna hinna fornu. Um 870 varð enn eitt gosið sem hafði afgerandi áhrif á mótun svæðisins. Þá mynduðust vatnaöldur, öskugígaröð á vesturjaðri Veiðivatna. Virkasta sprungan var 23 kílómetra löng og þegar vatn streymdi inn í gosrásina myndaðist gríðarleg aska. Tvílit askan dreifðist land allt og fékk heitið landnámsöskulagið og aldursgreiningar eru við það miðaðar. Skyggnisvatn er stærsti gígurinn úr því gosi. Öflugasta gosið á sögulegum tíma varð árið 1477. Það kom upp eftir miðju vatnasvæðinu með miklu gjóskufalli og mörgum smáhraunum. Í þessum hamförum urðu til ný vötn, en þau eldri minnkuðu þegar þau fylltust af vikri og hrauni. Rennsli á milli vatnanna hvarf og þar með hurfu skilyrði fyrir hrygningu og vötnin urðu fisklaus. Eftir gosið er talið að Tungnaá hafi stíflast og vatns yfirborð hækkað og þá hafi fiskur getað dreift sér aftur á milli vatna.
Eftir 1477 hafa engar meiri háttar hamfarir orðið og því má segja að þau veiðivötn sem við þekkjum í dag séu í raun aðeins liðlega 500 ára. Veiðivötn 20 km langur vatnaklasi á hálendinu vestan Vatnajökuls í 560 til 600 metra hæð yfir sjávarmáli. Telja sumir að jökullinn beri nafn sitt af þeim. Veiðivötn liggja í lægð með stefnu norðaustur-suðvestur. Lægðin allt að 5 km breið og 35 km löng. Hæðar, hryggir og vikur dyngjur skipta lægðinni en miklar gossprungur með gjósku og klebragígum hlykkjast eftir henni allri. Með suðaustur jaðri dældarinnar eru djúpar skálar sem geyma 4 stærstu vötnin. Litlasjó, Grænavatn, Ónýtavatn og Snjóölduvatn. Talið að þetta séu leifar fiskivatna hinna fornu. Vísbendingar það að þegar í fornöld hafi menn stundað silungsveiðar í vötnunum. Þeirra getið í handritum og gamlir dómar eru til nytjar vatnanna. Það þótti hinn mesta búbót að fara til vatna og var lagt að jöfnu við vertíð í Vestmannaeyjum. Samkvæmt gömlum heimildum nefndu Rangæingarvötnin veiðivötn en Skaftfellingar fiskivötn. Í Njálu þess getið að Flosi Þórðarson á Svínafelli gerir aðför að Njáli á Bergþórshvoli og sonum hans. Þeir lögðu á stað frá Kirkjubæ og riðu upp á fjall og svo til Fiskivatna og riðu nokkuru fyrir vestan vötnin og stemdu svo vestur á sandinn. Guðbrandur Þorláksson biskup sýnir vötnin á Íslandskorti sínu 1580. 3 vötn með útfall í Gúðafljót. Síðan sjástu á korti Knofs frá 1733 og 1734. Þar eru fiskivötn sett niður með eðlilegra móti en áður og nú fyrir norðan Tungnaá. Elsta ritaða lýsing veiðivatna eftir Árna Magnússon. Fiskivötn 100 að tölu, frekar þingmannaleið úr Skaftártungu í norður eða lítið til útnorðurs. Í fiskivötnu veiða þeir mest í nóvembri. Hvað eigi skyldi gera nógur silungur. Saga veiðivatna verður varla sögð svo ekki sé vikið að Stórasjó. Dular fulla hluta svæðisins þar sem útilegumenn og forinjur hafðu bústaði sína og gnægð fiskjar og græna haga. Sagnir þessar urðu furður lífseigar og til voru menn fram á 20. öld sem fullyrtu að þeir hefðu komið að vatninu. En spyrja má, ekki sannleikskjarni í mörgum munnmælum? Það rétt að minna á að austur í Snjóöldu fjallgarði er gamalt hreysi sem verður helst tímasett svona í byrjun 11. aldar og mér dettur helst í hug að þarna hafi Grettir Ásmundarson haldið til. Því að ef við lesum Grettisögu með gætni og athygli þá kemur það í ljós að frá árinu 1025 og í cirka 2 ár sjáum við í raun og veru ekkert hvað Grettir verður. Þannig að það ekkert ótrúlegt að hann hafi haldist við í þessu hreysi sem að þarna austur í Snjóöldu fjallgarði. Að láta sér detta í huga að þarna hafi veiðimenn haldið til mikil fjærstæða. Venjulegir veiðimenn þeir eru ekkert að halda til langa vegu frá veiðivötnunum. Þarna hafa verið menn sem að vildu dyljast. Maður fór náttúrulega til veiðanna stundum að skoða sig og þar á meðal var einferðin farin haust
og þá fórum við að Trölli og þaðan gengum við svona eftir Snjóöldufjallgarðinu svolítið og þá komum við að Hreysi sem að þeir sögðu mér sem voru með mér að það væri einn af þessum bústöðum fjalla-Eyvindar, staðurinn sem hann flúði á einu sinni þegar hann var að flýja og hann var nú ekki beisinn en samt hafðist hann við þarna jafnvel vetur langt og var sagt eftir honum að hann ætti engan þann óvinn sem hann óskaði þess að dvelja á Austuröfum. Og hann hefur náttúrulega verið þarna alveg innundi Vatnajökli og kannski á okkar einhverjum kaldasta og versta stað. Tún á þarna beljandi fyrir neðan og mér fannst allavega mjög kuldalegt þarna. Þetta hleðsla sko meðfram berginu og bergið slútir aðeins og það eru klappaðar holur sko í berginu og það hefur sýnilega verið eitthvað hvað að kalla berghöld eða eitthvað svoleiðis. Þá það sýnilegt að það hefur eitthvað verið haft þarna yfir. Sumir segja nú útilegumannabyrgi, þetta allt álitamál, mér finnst nú miklu líklegra að þarna sé skammadvöl að ræða. Sko það gæti verið smalar líka sem hefðu farið þarna. Jú, auðvitað veiðimenn. En þá langt að fara, langt að ganga sko í vötnin. Uppruna og tilgang þessara rústa ekkert hægt að fullyrða. En við rannsóknir á rústunum 1953 kom í ljós að þar var ólagskipt gólfskán, 10 cm þykk, sem benti til alllangrar samfelldrar vistar. Talið að kofarnir séu vart yngri en frá því aldamótin 1300. Farvegur Tungnár meðfram Snjóöldufjallgarði mjög hallalítill inn undir Hamrafell og áin rennur þar á flötum aurum sem að verulegu leyti úr gjósku. Borað var í aurana á móts við Lónakvísl árið 1966 og þá kom í ljós að efstu 8 til 9 metrarnir voru einsleit basísk gjóska. Gögnin úr boruninni voru túlkuð á þann veg að þarna hafi verið stöðuvatn fram til 1783 sem fylgst hefði af gjósku úr Skaftáreldum og horfið. Bent var á þann möguleika að þetta vatn hefði verið stóri sjór, sem sagnir herndu að væri stærstur og mestur veiðivatna. Sé það rétt, þá staðsetning Hreysisins við Tungna á skiljanlegri, en spurningunum það hvort það hafi verið afdreif veiðimanna eða útilegumanna verður líklega aldrei svarað. En þjóðtrúin sterk og þegar fé skilaði sér ekki að fjalli, mögnuðust upp hugmyndur það að flokkar útilegumanna væru á kreiki á fjöllum. Árið 1884 barst Alþingi bréf frá Jóni Jónssyni í Hlíðarendakoti fjárveitingu til að gera út leiðangur til þess að handtaka útilegumenn við Stórasjó. Fyrir þeim flokki átt að fara stóri kolur, harðu vítugur og greindur útlægi sem fór víða og var talinn hafa sést við lefhól í verslunina á Eyrarbakka. Máli sínu til stuðnings bauð Jón sig fram til þings en féll á einu atkvæði og var því ekkert úr aðföra Stórakol og hyski hans. En ekki eru allar útilegumannasögur þjóðsögur. Maðurinn nefndur Arnbjörn Guðbrandsson, fæddur 1817 og bjó í Króktún í Landsveit. Hann þótti hinn sæmilegasti bóndi, en þegar sauðfé hans var skorið niður vegna fjárkláðans árið 1859, kom hann ekki búskapnum á fastan fót eftir það. Hugur hans hneigðist æ meir til veiðiskapar og langdvala á fjöllum. Var hann lengst af við Veiðivötn, frá því að ísa leysti á vori og fram á haust, veitti silung og drap álftir í sárum. Já, jú, hann annars ekki bara langa með bróður minn frá Lækjarbotnum. Honum datt í huga að vera hérna, setja þetta við vötnin og ákveðin í því og var með ég held að vera ein hrissa sem hann var með. Og svo var hann að veiða hérna í vötnunum og suðurvötnunum og ég veist nú aldrei hvort hann hafði mikið salt en eitthvað hefur hann kannski haft að salti
og svo fór hann að reyna að geyma þetta í kerjum, grjótkerjum hérna úti. En svo var það komið fram í byrjun desember held ég, þegar að synir hans fóru hér inn eftir að vita hvernig hann hefði það og þá var kona komið skilbjú og orðin veik og þá var farið með ampa heim líka og þar með var útilegutúrinn í honum búinn. Hann er síðasti útilegumaður sem við vitum hér slóðir. Í gegnum árhundruðin voru það aðalega bændur tveggja byggðarlaga, Rangæingar og Skaftfellingar sem fóru til Veiðivatna, en ferðir þeirra lögðust af tíma vegna fiskleysis í kjölfar eldgosa. Árið 1918 spjó Katla svo mikilli ösku yfir vatnasvæðið að nærri kæfði allan gróður. Þá þvarr veiði svo í vötnunum að eigi fékkst nema einn og einn gamall horslápur en beinagrindur lágu með löndum. Eftir 4 til 5 ár fór að votta fyrir ungviði og fór svo vaxandi næsta áratug. Sé það rétt athugað að veiði hafi brugðist eftir Kötlugosi 1918 er líklegt að hið sama hafi gerst í Skaftáröldum. Þegar kemur fram á 19. öld taka Rangæingar upp veiðivatnaferðir að nýju og virðast þar aukast eftir því sem fram líður. En lengst af voru Veiðivötn afskekktur og kyrrlátur staður. Einu sinni til 2 ára á ári var kyrrðin rofin. Þegar vatnakarlar komu með skrínur sínar, hesta og net. Þeir höfðust við í kofum og nesti þeirra var fyrst og fremst soðið kjöt og flatbrauð, hituðu kaffi og drukku mikið af því. Ekki var borðaður sílungur, þó svo að þeir yngstu hefðu orð á að gaman væri að smakka sílung. Þeir gömlu réðu. Þeir sem áttu heima fremst í landsveitinni gistu við Galtalæk fyrstu nóttina, en aðrir sem styttra átt að fara fóru alla leið inn að Landmannahelli. Ekki var alltaf farið yfir árnar á sama vaðinu. Áður fyrr var farið á Kvíslarvaði eða Tangavaði, en í seinni tíð oftast á Bjallavaði. Ef Tungná var farin á Bjallavaði, var farið vatnaöldur til Veiðivatna. Vað á Svartakrók var oft farið, mikið óþverra vað vegna sandbleitu. Skaftfellinga fóru í Fiskivötn eða Veiðivötn nokkru ofar, nálægt Austurbjöllum og stemdu þá beint á Göndul sem var þeirra nafngift á tröllinu við Tungná. Árið 1950 fannst bílfært vað á ánni, vestan undir Skyggni og var nefnt Hófsvað. Með tilkomu Hófsvaðs var gjörbreyting á ferðum landmanna sem og annara inn í Veiðivötn. Netaveiðimenn fóru að leigja sér trukka til ferðana. Í kjölfari lögðust niður ferðir á hestum. Síðar eignuðust menn bíla, geymdu þá við snjóöldi yfir veturinn. Þetta voru 2 Vípon-trukkar og Packard fólksbíll. Að ári var ekið á smærri bílum inn að Hófsvaði, tekin með rafgeymir og bensín, róið yfir ána og bílarnir settir í gang. Breyting varð árið 1964 þegar kláfurinn kom á Tungná. Þá var hægt að koma öllum bílum yfir. Stór breytingin var síðan 1969. Þá var byggð brú við Sigöldu og þá var jafnvel fært trabant bílum inn í Veiðivötn. Nú er öldin önnur. Malbika langleiðina og 2 til 3 tíma akstur frá Reykjavík. Umferðin eykst árlega og vetrarferðir verða æ vinsælli og fleiri heillast af þessu sérstaka svæði.
hvenar ég kemst heim. Með bergmál lófið annan, svo bjart í höfði mér. Leiður á öll og öllum, leiður á sjálfum mér. Óviðirnar kalla og ég verð að gegna þeim. Ég veit ekki hvort eða hvernig eða hvenær ég kemst heim. Ég veit ekki hvort eða hvernig eða hvenær ég kemst heim. Óbyggðirnar kalla og klakmenn eru komnir til vatnanna. Kjartan í Hjallanesi hér ásamt mönnum sínum í hraunvötnum að veiða í klak. Upphafsmenn fiskræktar í veiðivötnum voru þeir Sigurþór Árnason, formaður veiðifélagsins, og Eyjólfur Guðmundsson, fiskeldismaður, ásamt fleirum. Þeir voru mjög framsýnir og gerðu sér snemma grein fyrir því að þarna var einstakan stofn að ræða sem æskilegt væri að varðvita. Tveir, eitt hryggnafn. Þessi falleg. Býtu? Aðeins, við höfum að reyna að losa okkur við þennan fyrst. Hann var ekki beint brosandi en... Nei, hann hryggir við. Jó, það klátt á honum. Já, aðeins. Það nú í þessari. Já, það í þessari. Þessi 10. Klakhópur einnig við stóra fossvatn undir dyggri stjórn matta á fosshólum. Oft reynir strembið að ná fiski hér, en nú bara að beita þolinmæðinni og sjá hvort hann hlaupi í netin. Enn einn hengur maður. Ég get sagt ykkur. Þriðji hópurinn staddur í Litlasjó og honum stýrir Einar í götu. Þegar dimmir gengur fiskurinn upp að landinu og þá veiðivon. Á mönnum ekkert fum, enda sami mannskapurinn ár eftir ár og mikið tilhökkunarefni að komast í klakveiðina. Í gegnum árin hefur þekking og reynsla áunnist við þessar veiðar og gömlu vatnakallandi þóttust jafnvel geta skorið úr eftir lit og lögun úr hvaða vatni fullvaxinn urriði var veiddur. Komið að heimferð og veiðin gengið vel. Þeir taka varlega á hryggnunum, þær verða að komast óskaddaðar í eldisstöðina í Fellsmúla. Kíkjum maður bara reglulega á þetta, leiðin heim. Þetta gekk ágætlega og við fengum ljómandi góða veiði fyrir rest og svo búið að kreista hérna niður í Klakstöð og gengur bara mjög vel og það sem búið að þá búið að ná einhverjum 21 lítir sem að eiga að geta gefið okkur út úr stöðinni einhver 85–6 þúsund fiska en við notum nú kannski ekki svo mikið. Fiskeldi byggir fyrst og fremst á hreinlæti og góðu vatni. Allt sótthreinsað í hólf og gólf og þá hægt að hefjast handa. Nú hrognin orðin ægilega þroskuð og tilbúin til frjókunar.
Fiskurinn deyfður áður en hann kreistur, síðan eru tekin sýni af svilónum. Nú svilónum blandað sama við hrognin, en þau verða ekki virk fyrir en vatn kemst í snertingu við þau og hrognin frjókast á augabragði. Óvanalega mikið tekið af hrognum þetta árið, eða 21 lítri, og gefur hver lítri 10.000 seiði. Eftir frjókun verða hrognin að vera á dimmum og kyrrlátum stað, því minnsta hreyfing getur drepið þau. Þá líkt eftir íslenskum vetri og eftir nokkra mánuði verður birtan og hitinn aukinn smátt og klekjast hrognin þá út og nýr árgangur lítur dagsins ljós. Hver átti hugmyndina að fiskiræktinni þarna inn í Veiðivatni veit ég ekki. Mér ekki kunnugt að fiskeldi hafi nú verið stundað hér eða fiskirækt á þessum slóðum. Og ég minnist þess að sumir voru nú fullir vantrúar á þetta í upphafi. Einn ágætur maður sagði sem svo: ég hef nú enga trú á því að þetta gangi betur að auka fiskimagnið í vötnunum með einhverjum aðferðum hér niður í byggð fram yfir það sem náttúran sjálf sér þarna innfrá. En þeir virðast hafa verið svo framsýnir, þeir sem stjórnuðu veiðifélaginu, að þeir voru strax með hugmyndir það að vera með fiskirækt. Enda það svo merkilegt að upphaflegt nafn Veiðifélags Landmannaafréttar ekki svo. Það heitir, og héti allavega í upphafi, Veiði- og fiskiræktarfélag Landmannaafréttar. Þetta 1965. Þetta leyti Eyjólfur Guðmundsson starfandi holtamaður, fyrrverandi starfandi í Kollafirði, og hann byggir þarna klakhús á Heiðarbrún sem að veiðifélagið fékk afnot af frá 1965 og allar götur fram 1980. Það fóru inn 3-4 menn af ráðamönnum veiðifélagsins á hverju hausti inn í Veiðivötn, veiddu klakfisk. Hann var settur í þrær þarna við hliðina á klakhúsinu á Heiðarbrún, og svo einhvern tíma síðla haust var fiskurinn kreistur og síðan var fylgst með hrognum og síðan seiðum fram á næsta sumar, og það var farið með þessi seiði inn í Veiðivötn nánast sagt árlega. Veturinn liðinn og komið fram í júní. Flugur og seiði sveima Seiðin nú tilbúin til flutnings eftir að hafa verið í galtaleggjastöð í nokkra mánuði. Þau líta vel út, engin skemmd á uggum eða sporði. Það eins og þau hafi komið náttúrulegu klaki. Í dag 9. júní og við erum að sleppa hérna sæmilega stórum seiðum. Við erum að sleppa hérna í Hraunvötnin 4.400 stykkjum á 4 staði. Og veðrið alveg stórkostlegt. Ég búin að vera hérna að sleppa seiðum hérna í 15-20 ár. Ég held ég hef aldrei verið svona góðu veðri. Aldrei nokkuð tíma. Það hlýtt og lengt og sólskín. Það sjáum aldrei settir að stakka. Örgulega mjög gott og vötnin orðin ágætlega heitt. 8-9 gráður hérna sem það gerist ekki betra. Þannig að þau veit alveg hvað þau eiga að gera þegar þau koma í vatni núna greiðin. Hraunvötn voru talin fisklaus. Vatnamælingamenn sem þar voru staddir 1960 töldu sig hafa orðið vara við fisk. Til að sannreina þetta lagði Sæmundur veiðivörður net í Hraunvötn, en varð ekki var.
Hraunvötnin voru eitt af fyrstu vötnunum sem seiði voru sett í úr klakhúsinu á Heiðarbrún. Og árangurinn af seiðasleppingum kom fljótlega í ljós og varð mikil lyftistöng fyrir alla veiði á svæðinu. Stóra stundin gengin í garð. Sjálfur opnunardagurinn í stangveiði runnin upp. Það hátíðar stemning yfir svæðinu og eftirvænting liggur í loftinu. Aðdráttarafl vatnanna mikið. Ekki spenningur? Alltaf svona smá í maganum. Mætið alltaf í opnununa? Já, við getum það. Þessi við mætti undir 30 ár, nánast. Nú ætlum við að drefa hann. Hvað kemur hérna oft? Ég kem hérna 5-6 sinnum ár, elsku kallinn minn. Og alltaf í opnunni? Alltaf í opnunni. Var búið ákveða hvað það var að fara? Já. Það er búið ákveða það. Og hvert það var að fara? Nú byrjum við á Litlafossvatni, svo förum við inn í Skeifuvatn, svo tökum við Litlasjó og svo tökum við Hellnavatnin, það er ekki mikið í. Já, mann er alltaf jafn spenntið. Þú sér það að við erum 4 og við förum á 4 jeppum. Jón Helgason einn þeirra sem gengið hefur örafa þránni á vald. Já, ég hérna, við erum að gera klárt hérna við Hermann hérna áður en það verður opnað, en það opnað núna eftir hátíð í dag og það verður að hafa klárt þegar að veiðimennirnir koma. Þetta ferð hjá mér númer 224 hér í Veiðivötn, svo ég nú ekki alveg ókunnugur hérna. En það nú svo skrítið að eftir allar þessar ferðir þá sé ég alltaf eitthvað nýtt í hvert skipti sem ég kem hér og alltaf jafn gaman að koma hér hvort sem ég veiði eða veiði ekki. Þetta bara svo dásamlegur staður. Oft líflegt í afgreiðslunni hjá Bryndísi Magnúsdóttur og mörgum spurningum þarf að svara veiðina. Á 60 dögum koma 5.000 manns í veiði og þar af helmingur í gistingu. Það því mikil vinna að taka á móti þessum fjölda og gefa góður ráð bestu veiðistaðina, því alltaf eru ný andlit á ferðinni og reyndir veiðimenn þurfa oft hvatningu þegar rólegt yfir svæðinu. Ja, þá eru jólin að koma, 18. júní. Nú steðja veiðimenn inn á svæðið. Það ekki fengið að dýfa í hjá okkur í einhverja, ég man ekki hvað marga mánuði, en gleðin mikil og spenningur. Menn strax komnir í vöðlur og vestið og klukkan sé ekki nema 10:30 og eiga að byrja að veiða 3, þannig að það greinilega spenningur í lofti. Ég held ég hafi klikkað 1 ár, en bætti það bara upp með því að fara 3 árið á eftir. Það maður lætur þess ekki vanta, það vonlaust. Slagir og gestur. Já, það eitthvað. Það vinsælt að byrja veiði í Stóra-Fossvatni. Trúin á veiði og gamlar minningar verða til þess að menn raða sér við vatnið. Þeir eru greinilega ekki haldnir valkvíða núna kallarnir.
Tíminn líður hægt og gjafir náttúrunnar synda Þetta eins og að bíða eftir jólunum. Skyldi hann gefa sig eða fara menn í fjallaköttin. Það fremur rólegt yfir veiðinni. Það aðeins einn maður sem fær fisk. Svona getur þetta verið. Gerði hann eitthvað öðruvís en hinnir? Og leyfum svo að leggjast alveg. Litli sjór hefur oft gefið vel og ekki síst hún stóra tá. Þar greinilega líf og nú að gera að krækja í hann áður en hann fer hjá. Júní dásamlegu tími. Það nálgast miðnætti og enn bjart. Fólk að koma sér fyrir og tónlistin bergmálar í fjallakyrðinni sem virðist enn dýpri og andinn svífur yfir vötnunum. Í sumarstillum og góðu veðri oft fallegt á fjöllum. En það geta orðið snöggum skipti og gert aftaka veður. Sandbylurinn getur verið magnaður og þá gott að geta komist í húsaskjól. Elsta lýsing á húsakosti í Veiðivötnum frá árinu 1744. Skaftfellingar hafa áður fyrr haft þar kofa eða búðir og auk þess bát. Næsta lýsing frá 1795. Urðu það fyrir kofar tveir svo hrörlegir og niður nýttir að við gátum ekki gist í þeim. Þetta sennilega lýsing á Tjarnarkotinu. Veiðiferðir höfðu þá legið niðri einhvern tíma. Síðan voru húsin lagfærð af og til í veiðiferðum. Þegar stangveiðimenn fara að sækja í vötnin 1960 húsakostur orðinn æri rýr.
Það leyti farið að hafa veiðivörslu á svæðinu. Ekki var þó heimilt að selja veiðileyfi nema að stofna veiðifélag og það gert árið 1965 þegar veiði- og fiskiræktarfélag Land- og Holtamanna var stofnað. Að staðaldri verður ekki fyrir 1960, sumarið 1960. Og þá var legið við bara fyrst í tjaldi, ekki í þessum gamla veiðimannakofa, hann var þá að hruni kominn og svona illa til hafður. Og síðan það að, ég held að það verið 62, þá keyptum við þarna 3 í Holtahreppi gamlan skúr sem var við Sundlaugin á Laugalandi, hafði nú verið notað sem baðhús eða baðklefi. Og við fluttum hann inn eftir þessum kofa nú komið upp svona smátt og smátt og hann var notaður svo árum saman. Síðan endaði það nú með því að ég held að ég fara að flytja kofan en ég veit ekki hvað verður gert. Og það hefur komið til tals, hann sómi sér nú ekki beinlínis vel, hann sé ekki fallegur en auðvitað má náttúrulega lappa upp á hann eitthvað, mála nú þess aftar. Leið og ég kem inn úr 1967 sem gæslumaður. Þá í sömu ferðinni flytja ferðafélagsmenn sjálfa sig inn úr og mikið af smíða efni. Því þá var hafist handa við að reisa stóran skála, stórt sæluhús á veiðivatnasvæðinu. Forsaga þess máls var kannski sú að fyrsta eða annað sumarið sem að veiðileyfi eru seld í veiðivötnum, þá gerir þarna mikið og strangt norðan sandbylja veður. Það var kallað læknaveðrið, því að það voru læknar frá, ég held að það verið frá Landspítalanum sem tók sig saman og fóru þarna í veiðitúr. Og þeir tjölduðu og síðan gerir þetta alveg aftaka veður hér Suðurland og tjöldin fuku, þeir voru á harða spretti að reyna að ná tjöldunum áður en þeir fóru út í veður og vind. Og vatnaverið, eins og skúrin sem ég var í, hann fylltist og það var reynt að taka á móti öllum sem að, þurftu á einhverju skjóli að halda og hita, því að við gátum hitað upp með Aladínofni og svo bara kom að því að það var ekki hægt að taka við fleirum og hinum. Þótti nú svolítið súrt, sáum nú samt að það var illmögulegt að tróða meiri inn. Þá heyrðust þær háværu raddir að þetta væri ekki forsvarlegt. Veiðifélagi væri að selja mönnu veiðileyfi, þjónustan væri engin, aðbúnaðurinn væri engin. Það leiðir til þess að það taka samningar með stjórn veiðifélagsins og stjórn ferðafélagsins þess efnis að skáli verði reistur sem yrði sameign þeirra beggja. En þetta var mikið hús, það var hægt að tróða þarna inn 90 manns þegar mest var, en það var svona þægilegt að vera með 60 manns í húsinu og þetta náttúrulega gjörbreyttir allri stöðum. Ég hef selt veiðileyfi í fjölda ára, sjálfsagt var það eitthvað komið yfir 20 ár og í upphafi var það vegna þess Gunnar var þá veiðivörður og hann var reynt að ætla að hann seldi þau innfrá, en þá sá hann að það var alveg ómögulegt, vildi láta selja þau hér og ég átti svolítið að takmarka. Og ég man nú það gekk nú á ýmsu því það var náttúrulega alltaf aðalega helgar. En eitthvað var maður nú að reyna þetta og ég held að fyrst það hefði verið talað 20 leyfi á dag, svo var það nú komið upp í 40 og ég held að séu 70-80 núna, svo þetta En það sem var mesta vinnan við að selja veiðileyfi, það var þegar húsin komu. Tíminn hefur kallað á breytingar. Í dag eru húsin orðin 18
ásamt gamla tjarnakotinu. Flest þessara húsa hefur Rúnar Hauksson veiðivörður smíðað með dyggri aðstóð. Nú verið að bæta hreinlætisaðstöðu og uppi hugmyndur að koma rafmagn í húsin því oft kalt á fjöllum. Já, við Palli tveir, við höfum byggt þessi hús hvað á 1,5 mánuði sem við sjáum hér á bakvið, eða þessi bíslög. Við erum búin að vera í 20 stiga hita í dag, sól og blíðu og flugu. Og eins og sjáum á þá þetta dagsverki í dag, þetta hús, og rífa gamla bíslagið og þetta að setja upp 3 hús. Svo ég búið að setja niður þrædnar og allt þetta. Þetta langt komið. Minkurinn aðskotadýr í íslenskri náttúru og skipulega reynt að halda honum niðri. Það var í kringum 1930 sem minkur slapp út í lífríkið á Suðurlandi og það tók hann 30 ár að dreifa sér meðfram vatnsfarvegum upp á hálendið og inn í Veiðivötn. Þar tók á mótunum þeir Árni Jónsson og Rudolf Stoltzenwald minkabanar til margra ára. Þeir drápu hvern mink 3 svar. Það að segja, þegar aðförin var skipulögð, síðan í drápinu sjálfu og síðast sagan var sögð niður í byggð. Vá, hann sko bara, hann svo læða, sérðu? Þetta kraftur. Þetta læða? Þetta læða, já. Sogin á morgun. Við höfum komið inn í Veiðivötn í sennilega 22 ár sem við komum fyrst. Það var heldur meiri minkur þá heldur en við höfum verið að fá núna. Við vorum með þetta held í 40-60 minka fyrstu árin. Hefur svo verið að fara alveg niður undir 20 held ég það minnst var. Núna í ár erum við konum með 33, búin að vera í 4 daga. Og sést nú svona smá afrakstur af veiðinni, yrlingar og fullorðnir minkar. Hopp. En þetta svona segja, þetta heldur minna núna heldur en náttúrulega fyrstu árin og það virðist vera samt nokkuð stöðugt þetta í kringum 20 stykki allavega á hverju ári. Það voru heldur fleiri yrlingar í ár heldur en hefur verið og þetta hafa venjulega verið þetta kannski frá 3 upp í 5 yrlinga en nú höfum við verið að fá fengum mest 7 og ég held að vera ekkert minna en 5 til 7 yrlingar og það óvenju gott. Hér náttúrulega lifir hann á veturna lifir minkurinn eingöngu fiski hér sem hann sækir nú bara undir ísinn. Á sumri þá það náttúrulega fugl og fiskur. Það ekki gott fyrir kannski þetta litla fuglalíf sem hér að hafa mikið af þessum skepnum minna. Nú hitastig vatnanna ná hámarki og allt iðar af lífi. Hornsíli og skötuormur dafna vel og eru kjörfæða fyrir fiskinn. Undanfarin ár hefur Örn Óskarsson stundað markvissar rannsóknir á fuglalífi í Veiðivötnum og fylgst með gróðri. En hvernig dafnar gróðurinn í stærstu eyðimörk Evrópu? Veiðivatnasvæðið það í 500-600 metra hæð og það setur mark sitt á gróðurfar en það ekki hægt að segja annað en að gróður sé óvana gróskulegur á svæðinu miðað við það sem gengur og gerist. Hérna sjáum við nú til dæmis þennan fína gulviðirunna sem
má segja að sé ansi hár miðað við aðstæður. Nú einnig eru hérna loðvíðir, fjallavíðir, heimskautavíðir, grávíðir og grasvíðir. Nú af blómplöntum þá hvönnin einkennisplanta hérna meðfram öllum vötnum, þar sem nóg af vatni á vatnsbökkum, en aftur á móti upp á melónum að þar mikið ýmiss konar þurrkþolinn gróður því að það djúpt á grunnvatnið, svo sem geldingahnapp og aðrar slíkar tegundir. Þessi gamburmosi, hann einkennandi fyrir hraun, þar sem að einhverja festu að finna, en hann verður oft fagur gulur á haustin og litar þá landið fagurlega. Einnig töluvert að mosa í öldunum, sandöldunum, þar sem einhvern raka að finna. Nú, blómplöntur eru ansi margar hérna. Þetta eru reyndar tegundir sem eiga það sammerkt að finnast víðast hvar landið. Það engar sér tegundir hérna á svæðinu, en þær geta orðið ansi gróskulegar þegar líður á sumarið. Núna 20. júlí hámarkið yfirleitt í grósku alls gróðurs og má segja að lífríkið nái ákveðnum toppi og síðan fer þetta að sölna smátt og smátt aftur. Nú, hvað varðar fuglalíf, þá til skrá yfir fugla og yfir 50 tegundir hafa fundist hérna á svæðinu, en varptegundir oftast nær einhvers staðar á bilinu 20 til 25. Nú, himbrimi talin einkennisfugl hérna á Veiðivatnasvæðinu og sömuleiðis mikið allt. Hávella algeng og verpir víða. Nú, á stóru vötnunum safnast oft mikið fyrir af duggönd og stundum skúfönd þegar líður á sumarið. Þetta eru aðalega geldfuglar sem eru þar í stórum hópum, en að auki verpa duggendur hérna á Veiðivatnasvæðinu. Nú, af öðrum fuglum þá má nefna að snjótittlingar eru hérna í flestum klettum eða í hraununum. Nú, márjarla, þúfutittlingur, steindepill eru þekktir varpfuglar. Óðinshannar verpa víða, sömuleiðis sendlingar, sandlóur, lóuþrælar eru í varpi hérna niður í Breiðaveri og við Ambárpoll. Stokkendur, þær finnast hérna. Níunda júní vorum við hérna á ferð og þá meðal annars voru heiðagæsir enn á hreiðrum. Sömuleiðis himbrimar byrjaðir að verpa. Það misjafnt eftir árferði hvenær þessir fuglar ná að byrja varp og sömuleiðis hvenær þeir unga út. Að þessu sinni í þetta sumarið þá virðist þetta allt saman hafi verið óvenju snemma á ferðinni.
pabbi segir núna? Loksins. Já, það er rétt. Ef maður fer hérna í veiðivötn, þá á maður að vera jákvæður, þótt að sé ekkert að ske í veiðinni. Bara jákvæður allan tímann. Þetta bara kemur í rólegheitum. Bara brosa við þessu allir hérna og hafa gaman að vera hérna. Máttur íslenskra sandkorna er slíkur að þýskt gæðastál molnar í sundur. Veiðivörðurinn og 1000 þjala smiðurinn Hermann Georg Karlsson af þýsku bergi brotin gerir við flest sem bilar, allt frá dráttavélum til díóða. Þetta verður restina eitthvað legur, handúnir. Hermann er veiðimaður af lífi og sál og hefur fylgst með tískustraumum í veiði. Þetta er nú gamla veiðihúið mitt sem var svona einkennismerki mitt í gamla daga sem hef notað. Ég er pröfun að passa nokkra á hausinu með. Sko, hann passar, nú líður maður strax betur. Ég man eftir því að kom hingar í kringum, lítið verið kringum 1980 og mann fór í gegnum tímabil sem að var á beituveiði eins og maður kallar þetta. Fór svo í tímabil sem var á spúnaveiði og þá var aðalega notað svarta tóbi og silfartóbi eða einhver spinnara. Hérna er til dæmis eitt spún sem hef oft notað, það er græna drópan frá Abu sem hef notað mikið líka í Linnarsó, sérstaklega á staðin sem er kallast nú til dags Lilla Tá. Og ég tímir ekki að nota þennan nú til dags. En þessi spún hérna, hann heiti í raun og veru Tobi Spinn. En hann var mikið selt þetta og hann veitist mjög vel á honum og það er smá sögu bak við þennan spún af því Bryndís seldi þennan og hefur veit á þennan spún og við köllum hann alltaf Bryndísar spún. Svo komu veiðimenn, fóru nú út í veiðibúðin og spurðu þennan Bryndísar spún og það þekkti því miður engin spún sem heitir Bryndísar spún og það var mikið hlegin af því en því miður var hægt að framleiða þennan og það veiðist lítil á þennan nú til dags. Hann er ekki til meira. Þessi er líka svolítið slitin og vantar ýmislega krókar á. Og svo á síðasta árum fór ég bara út að veiða aðalega bara á flugu. Vinsælsta flugu hérna í veiðivötnum í augnablik er Noblar, mismunandi útgáfu. Svo má ekki gleyma flugu sem Bryndís var að hanna, svo kallað Bitta Fína, sem er hægt að fá í mismunandum litum og sem gengur mjög vel hérna í veiðivötn. Mitt upphaldsflugur er svona í raun og veru er Noblara og þá aðalega lilla svarta noblar. Í bleikiveiði er nú aðalega notað svona lilla flugur eins og kallað krókur og blóðormur sem hann sé valla hérna sem er en bleikar sér hann mjög vel sem er oft veitt í Nýjavatn eða Skyggnisvatn, Langavatn, Eskjuvatn en við segjum nú alltaf það er bara eitt reglur fiskiveiðir reglu verði á réttu tíma með réttu beiti og á réttum stað.
Så regla nummer 2, så det inga reglor henne. Þróun lífsins hefur oft verið mönnum hugleikin og ýmsar kenningar komið fram. Í gömlum heimildum frá 1795 þessi alþýðu kenning. Hvaða skildu nú öll þessi kynstur Sigrúns koma? Engan veginn frá hafinu upp eftir ánum, því að Tungnárfoss hindrar það. Ekki það heldur sennilegt að sjófuglar hafi séð fyrir klakinu allstaðar. Algeng munnmæli eru það hér á landi að í slíkum vötnum séu uppgöngu augu eða göt sem silungurinn komi upp frá undirdjúpunum. Menn þykjast jafnvel hafa verið sjónarvottar að því að silungarnir kæmu þarna upp með sporðin á undan. Enn fremur því haldið fram að silungsveiðin þverri smám saman og taki loks fyrir hana með öllu ef tekist hefur að loka uppgöngu auganu. En slíkt hvað hafa oft átt sér stað af nábúa kryt eða öfund. Ég þori ekkert að fullyrða í þessu efni því að mér virðist ekki ósennilegt að slíkar holur geti verið fyrir hendi í botninum þar sem silungar hafa af tilviljun stungið sér inn í með sporðin út. Má og vera að þeir hrygni í slíkum skúmaskotum. Kynlegt það samt að í hverju vatni hefur silungurinn sín sérkenni bæði að tegund og stærð og á það samkvæmt almannatrú að fara eftir því hvort uppgöngu augað þröngt eða vítt. Að sögn gengur veiðin best á nóttunni, þegar veður dumbungslegt, saggafullt og vindasamt, svo að dimmt á vötnunum eða öldugangur, því að fiskurinn leitar þá úr djúpinu. Þegar inngrip mannsins í náttúrunni að ræða, verður að vera vel á verði. Jafnvæginu í vötnunum má ekki raska. Magnús Jóhannsson hjá Veiðimálastofnun hefur fylgst árlega með vötnunum og lífríki þeirra. Ég hef verið stundað rannsóknir á veiðivötnum síðan 1985, komið árlega síðan, og það sem við höfum verið að gera í vötnunum fyrst og fremst fiskrannsóknir, rannsóka urriða og bleikju og athuga þá fyrst og fremst ástand stofnana, fiskstofnana, fylgjast þá sérstaklega með útbreiðslu bleikjunar í gegnum árin og síðan að meta ástand urriðastofnana og þá sérstaklega nýliðun og gefa síðan ráð sleppingar. Það sem við höfum verið að gera í núna síðustu daga að við höfum verið að leggja í vötnin í Litlasjó
og Stóra-Fossvatn og síðan Grænavatn og Hraunvötn og síðan stendur til að leggja líka í Litla Fossvatn. Síðan höfum við verið að rafveiða. Og með þessum rannsóknum okkar í dag og síðustu daga höfum við verið að meta ástand fiskstofnanna eins og við höfum gert hérna í gegnum árin og sjá hvernig nýliðunin og sjá hvernig sleppingarnar hafa tekist og hvar bleikjuna að finna. Svo það hornsíli, 4-8. Við erum að sjá töluvert af fiski í Stóra-Fossvatni og þá við erum eftir að fara betur í gegnum það en það virðist að alltaf að fiski þar úr sleppingum en það hins vegar lítið af yngri fiski þar sem að tekur við. Nú í Litlasjó það kom svolítið óvart að hvað lítið af stærri slöttungsfiski en það ungviðið þar og það mest sleppi fiskur urriði úr sleppingum. Til skamms tíma þá voru þetta hrein urriðavatn en hérna upp úr 1970 þá verður bleikju fyrst vart hérna eftir að henni var sleppt í nærliggjandi vatn sem að hafa samgang við Tungná og síðan hefur nú verið að breiðast út hérna á svæðinu og í flestum þeim vötnum sem að hafa samgang við Tungná og reyndar í vötnum sem að hafa ekki samgang eins og Skálavatni. En síðan upp úr 1985, 86 þá farið að sleppa verulega magni í þessi vötn, sérstaklega Litlasjó og þá kemur upp þessi mikla veiði. En hérna menn verður auðvitað líka að fara varlega í þessar sleppingar og gæta þess að sleppa ekki á miklu og eins og nefndi áðan að vera ekki að bera, alls ekki bera að nýja eða aðra stofnun hérna niðri. Og þessa stofna sem að menn hefur nú verið að kalla kannski ísaldarurriða óvíða að finna hreina eins og finnast hérna í veiðivötnunum. Sögur af stórum fiskum hafa ætíð verið vinsælt frásagnarefni í veiðivötnum. Veiðimenn eru oft með hugann við þann stóra. Hvar skyldi hann vera? Ætti ég að reyna upp frá? Nei, ég fer niður eftir og prófa þar. Ónýta vatn var talið fisklaust eins og nafnið bendi til, þar til að skipstjóri úr Vestmannaeyjum náði 11 punda fiski þar í kringum 1965. Sæmundur veiðivörður kom einhverju síðar að vatninu við annan mann og sagðist honum svo frá. Þá dettur okkur í hug að prófa niður í ónýta vatni. Það var lágt í vatninu og við gátum gengið fram af marbakkanum og horfti niður í dýpið. Vatnið var ekki tært, heldur virtist vera mikið svifið í svo ekki var gott skyggni niður. Þórður dregur þarna eins og skot heljar mikinn bolta og landar honum. Svo hent þarna aftur og Þórður dregur annan. Hann var stór, því karlinn var alveg hálftíma að ná honum og hann treysti ekki í girninu. Þetta voru átök, voðaleg átök. Ég var ekki farin að bleita öngul þarna í þetta skipti og fylgdist bara með. Ég hafði svolítið gaman að því hvernig hann færi nú að þessu. Svo kom hann honum á land og ég hef ekki séð stærri fisk koma úr veiðivötnum. Ég hef séð einn fisk sem var svona álíka stór sem kom í net úr Grænavatni. En þessi var sínu lengri. Þetta var hrygna sem var flökuð og reykt og náttúrulega þegar reykt þá var allt tekið innan úr, hausinn af og hryggurinn. Flökin vógu 6 kíló, 12 pund flökin og nú geta menn reiknað. Við vorum að giska á að hann hafi verið svona
22 pund. Fiskiræktin í vötnunum hefur greinilega skilað árangri og aflinn eykst frá ári til árs. Meðal ársveiði 21.000 fiskar eða 30.000 pund og stærstu fiskarnir sem veiðast 13 pund. En veiðimenn hafa orðið vari við og séð mun stærri fiska, svo að gömlu ísaldartröllin enn á sveimi. Að sita hérna við vatn, sita við svona fallegt við vatn eins og núna, hlusta á strás, horfa á vini sína veiða og veiða vel, það er ekki til meiri sæla í lífinu, sko. Ég held ekki. Þannig að þetta er alveg, vinir manns, góðir vinir og þeir eru miklu veiðimenn og hérna, það er bara ekki til neitt fallegra. Þú veist, það er alveg saman hvað það er. Þú ert ekki stressað á því að fara út að veiða? Nei, ég hef engar áhyggjur af því, Ég er búinn að veiða, þú veist, í raun og veru fyrir lífstíð er ég búinn að veiða, ég er búinn að vera að veiða kannski einhverja 80-90 daga á sumri. Og ég hef aldrei áhyggjur af því. Og mér finnst alveg djöfulegt orðið að drepa fiska. Það er náttúrulega bara ónáttúra, En ég veit aldrei, ég stressa mig ekkert yfir þessu. Ég verð að fá að sjá að við það. Þetta er samt, heyrðu, hvað, er hann ekki gulur? Jú, þetta er saman og ég er með, Ég skal sýna þér minn hérna. Hann gerir mannamönd. Hann gerir mannamönd? Já, býttu, ég ætla að sjá. Ég ætla nú að sjá hvort það sé sama. Því það getur munað því. Úps. Það er verið að gera upp, fara yfir veiðibækur og skrá aflann því á morgun lýkur stangaveiðinni. Það er mikil vinna að taka á móti þúsundum veiðimanna og halda utan reksturinn. Þessu starfi hafa þau hjónin Bryndís Magnúsdóttir og Rúnar Hauksson sinnt af einstakri ræktarsemi og alúð undanfarin 21 ár. Það er komið fram í lok ágúst. Netaveiðin að hefjast. Einar Brynjólfsson bóndi í götu og harðsnúi lið hans er komið til vatna. Sælverði. Mættur á staðinn? Já, nú á ekki að taka hann Hvernig líst þér á þetta? Bara vel, ekki hægt hana. Rennandi blíðu alla daga maður.
bara flott. Sættur honum minn. Sættur. Velkomin. Það spenna í mönnum og kapp lagt á að ganga frá veiðileyfum. Það áríðandi að koma sem fyrst af stað og tryggja sér gamla góða veiðistaðinn. Það fjölmenn. Biðröð hefur myndast við kofan þar sem Rúnar veiðivörður afhendir netaflöggin og skoðar netin. Í dag eiga 102 lögbíli í Holta og Landsveit rétt til netaveiði ásamt 2 bæjum á Rangárvöllum. Leggja má 2 lagnir á hvert bíli í 2 sólarhringa. Netaveiðin takmörk með því að loka ákveðnum svæðum og ekki heimilt að leggja net nema í helming vatnanna. Ársveiði í net það bil 20% af heildarveiðinni og stundum minni ef vetur gengur snemma í garð. Aldir aðeins vita til að skaftfellingar og landmenn hafi stundað veiði í vötnunum. Ferðir skagfellinga fallaði mestu niður eftir móðuharðindin. En vitað til að eftir aldamótin 1900 fóru þeir inn eftir til veiða. Menn í Landsveit voru tíma saman í 2 félögum að fara til veiðivatna. Í aðalfélaginu voru menn frá 12 bæjum. 2 voru saman við hvert vatn og höfðu þeir báta. En við nokkur vötn gátu þeir nota kaðla eða strengi til að draga fyrir og einnig voru beittar lóðir. Reglur frá landmönnum voru að aðeins máttu vera 2 net frá hverjum bæ. Aukalega höfðu þeir með sér lóðir og veittu 200 kíló af hausuðum og slægðum fiski á heimili. Á þessum hól hérna var fiskurinn alltaf látinn ef við vorum að skipta honum. Þegar við vorum búin að veiða yfir daginn, þetta voru svona 5-6 net sem voru veitt í og þegar við búið að koma hérna heim þá settum við þetta allt saman hérna í eina kös. Og svo þegar það var búið þá var þessari kös skipt í jafnt á milli okkar allra, minna verið 5 eða 6 og svo þegar það var búið að setja í 5 kassi, 5 hrúgur svona, þá var einu sagt að fara og hann mætti ekki líta til okkar en segja hver ætti þessa kös sko. Og þá var einhver hjá okkur sem var búinn að benda kösina og sem hann átti að fá. Þannig að þetta var ekkert reikils út af því hvort að þetta var nákvæmlega jafn skiptið ekki, en nærði var ekki hægt að komast, heldur svona. Ég hef aldrei prófað þetta svona á þessum bót, ég hef gert þetta á þínum. Já. Sjá hvernig þetta virkar. Já. Ég er helvítið síðan. Þetta er bara stórskip með hliðaskruðu? Já. Það var kannski að hafa hana framar svo þessi bókskrúa. Nú hafa Einar og strákarnir lagt netin í Litlasjó og hér leggja þeir aukalögn í Langavatn fyrir bleikjuna. Reynt að halda henni niðri því hún hefur sótt að urriðastofninum þar sem samgangur við Tungnaá. Veiðiferðir bænda hafa tekið á sig breytingar í tímans rás. Í dag þar orðnar skemmti- og fjölskylduferðir í bland við það að ná sér í fisk í soðið. Olgeir Engibertsson í Nefsholti hefur viðhaldið skemmtilegum sið og haldið árlega kúluvarpskeppni með afkomendum og sveitungum. Hér kastar Olgeir kúlu og nær 4. sæti. Þegar hann var lítill drengur á Rangárvöllum æfði hann sig með grjóti.
Í þá daga lágu kúlur ekki á lausu. Þessi áhugi hans á kúluvarpi hefur fylgt honum alla tíð síðan og smitað út frá sér. Það er ekki nýtt að menn bregði á leik í Veiðivötnum. Gamlar sagnir eru til það að spenna og gleði hafi brotist út í leik manna þeir komu í vötnin. Bændur tóku sig upp frá heyjum sínum til að geta farið inn að vötnunum, höguðu sér eins og börn og töluðu eins og börn. Á meðan netin liggja fá menn sér kaffisopa. Það er gamall siður hér að drekka kaffi og það mikið af því. Búið er að vitja í Langavatni og bleikjan gengin í netin. Einn af vestmannegingunum í hópnum slær upp veislu og býður upp á reykta súlu og svið. Mikið er lagt upp úr því að gera vel við sig í mat og drykk, enda er þetta hátíða ferðalag. Jæja, skál fyrir Veiðivötnum. Skál fyrir því, þetta er flott. Skál. Ég sagði gamlu það í gær þegar vorum við bónu sko að annarkot verður alvöru smjör eða ekkert smjör. Já. Ekki eitthvað helvítis gervitra. Sólblómi eða eitthvað svoleiðis. Ég er mjög sammála þér. Nefndu það nú ekki. Sérðu það, Halldór? Sérðu það? Jöfull er þetta gaman. Bleikja. Heyrðu, ég held áfram að draga. Má ég sjá þetta strákar? Já. Hvað er í gangi? Það er bara fullt net, það er ekkert flóknara. Allt niður í 4 fiska í svona veiðitúr. Það var eitt árið, það var dapur, ægilega dapur. Það var eitthvað að veðrinu og allt að öllum. Það er ekki alltaf jólin, hvorki í þessu öðru. Þessi var að koma í. Þessi. Alveg klára því. Bara ég bara það. Svona líka með. Það var hótt. Síðast ef Elli voru saman í aðgerð þá var þetta sólarhring. Já, á með þessu sofa. Fúlt er á fjöllum. Fagurt er á fjöllum. Veiðivatnasvæðið er heimur andstæðna. Kyrrðar og krafts, elds og vatns. Tveir heimar mætast í vatnsfletinum, fiska og manna. Tekið er að hausta og klakmenn komnir aftur til vatnana. Þetta eru 3 hópar vaskra manna sem dreifa sér á vötnin. Einar í götu í Litlasjó, Mattías á Fosshólum í Stórafossvatn og Kjartan í Hjallanesi sem hér sést ásamt sínum mönnum í Hraunvötnum. Veiðin gengur með besta móti. Ísaldarurriðin getur verið tröllslegur að sjá.
Þegar veiðimenn halda heim, þreyttir og hraktir, þá er litið öxl og á því augnabliki vötnin hverfa sjónum. Hvenær kemst ég næst? Kemst ég aftur á þessu ári? Vonar neistinn kveiktur. Fræinu sáð, síðan það vökvað af og til yfir veturinn með sögum og draumum. Lorsins sýn og sólarljós, ég held ég skilji hug þinn allan, hjartasláttinn rósin mín, kristallstærir dagar dropar, drjúpa mitt á blöðin þín. Æsku minnar leiðir lágu, lengi vel þennan stað. Í viðtölum við gamla vatnakarla skein alltaf í gegn þessi mikli kærleikur þeirra til vatnana og ást þeirra á þessum stað. Þetta var í þeirra augum heilagur staður og í hugum þeirra nánast himnaríki. Deyjandi öldungar, brjótandi heilanum það, hvernig munu umhorfs í vötnum núna. Ætlar sé við